Já, komið sæl. Gaman að sjá hvað eru bara margir hérna og bara gaman að sjá hvað eru margir sem sýndu þessu áhuga. Þegar Jónas bað mig að vera með eitthvað erindi þá svona fór ég að hvað ætti ég eiginlega að tala og ég einhvern veginn fór strax í að hugsa þetta, góða stemninga, því að ég hef mikinn áhuga á þessu og finnst þetta skipta miklu máli og finnst fólk almennt ekki spá nógu mikið í þetta. En góð stemning vil ég meina að það verður að verkum að verkefni tekur styttri tíma og kostar minna. Og góð stemning ekki endilega bara það sé bara einhver fíflagangur og eitthvað svona, eitthvað þannig, heldur bara að vinna vel saman að verkefninu. Og já, ég sem sagt vinn hjá JTV sem verkefnastjóri og ég útskrifaðist með BS í byggingaverkfræði 2005 og hef nánast allan tíman verið í einhverjum anga verkefnastjórnunar. Fyrir utan raunverulega bara fyrsta árið mitt, þar sem ég var ekki í verkefnastjórn. En hér sjáum við nú eitt fallegasta bæjarstæði landsins sem Grenivík, það sem ég er. Og það er alltaf góð stemning þar og það er líka alltaf gott veður. Hér sáðu þið mynd, kannski kannast þið svona þessa stemningu. Þetta er á fundi og stemningin ekki góð. Kannast kannski við það að það verið í verkefni og bara hreinlega kvíða fyrir því að mæta á fundi. En rannsóknir sýna það að þegar fólki líður vel þá skilar það betri afköstum. Fólk vinnur kannski ekki endilega meira, eða lengur þarf að segja, heldur bara það kemur meira frá því. Og það er náttúrulega fullt af greinum og rannsóknir búin að skrifa þessi mál og svona elsta greinin sem ég hef séð er síðan 1932, þannig að árið 1932, þegar við vorum hérna bara á Íslandi, bara enn í torfkónum, þá voru bara fólk út í heimi að spá í þessum málum líðan fólks á vinnustöðum. Og mér langar svona bara aðeins að fara yfir hvað þetta gefur okkur. Það er spurningin, hvað einkennir góða stemningu? Góð stemning er svona eiginlega hugarástand. Það er svona ákveðin tilfinning og það er kannski ekki endilega alltaf sama hjá öllum. Ég get bara nefnt sem dæmi að bara í gær var ég á fundi og með samstarfsmanni mínum og við vorum að klára Teams-fund og þegar maður búinn þá sagði ég, minnst þetta eitthvað, þetta er ekki, minnst þetta, það er eitthvað svona súrna stemningin hérna og þetta er, ég veit ekki, ég hef ekki góða tilfinningu fyrir þessu, minnst þetta er svo stemningi sé, við erum að tapa stemningunni hérna. Og þá sagði hann við mig, finnstu það, er það? Ég er ekki viss um það, ég hugsa, er þetta ekki bara þín tilfinning? Ég hef ekki svo sömu tilfinningu, þannig að þetta er svona, þetta er pínu svona mismunandi milli manna en þó ef að, ég held svona almennt ef stemningin er mjög góð, þá finnum það allir. En auðvitað eru svona ákveðin, þetta taka dæmi margt en ég tók hérna bara nokkur, traust og virðing, treysta hvort öðru, bara virðingu fyrir hvort öðru og samskiptin eru góð og sameiginlegt markmið og jákvæð og hvetjandi umhverfi og klapp á bakið fyrir velunni störf og hér er til dæmis góð stemning, þetta eru Viðar og Dóri og þetta eru stemningsmenn. Fyrir verkefnastjóran, ég sem verkefnastjóri, þá finnst mér þetta mjög mikilvægt að það sé góð stemning í verkefnum. Þetta er oft mjög krefjandi starf og mér finnst svona oft bara einhvern veginn bjarga því að maður er þá allavega gaman eða það er góð stemning í verkefninu þó svo að það sé oft alls konar áskoranir og við segjum oft að verkefnistjóri er svona, hann er boðberi slæmra frétta oft, hann þarf oft að segja slæma fréttir.
það að koma upp einhver óvænt atvik, það eru tafir á verkefninu, það kostar meira. Hann svona hann pínu í verkefninu, þannig að þetta oft erfitt og það auðveldar ef að stemningin góð og bara auðveldar að takast á erfið mál sem kom upp ef að góð stemning og til þess að halda góður stemningu líka, talandi erfið mál, þá yfirleitt að mínu mati best að segja strax ef að kemur eitthvað upp, ekki geyma það, yfirleitt lagast ekki erfið mál við að geyma þau einhvern tíma, það bara borgar sig yfirleitt að segja bara strax frá þeim. Og varðandi verkáætlun og kostnaðaráætlun, þá skiptir góð stemning nefnilega miklu máli. Ef að stemningin góð, þá auðveldar að halda mönnum að verki. Það bara minni fjarvera, það bara auðveldar að fá menn til að mæta, þú kannski með verktaka sem að segjum að stemningin sé slæm, þá það kannski með verktaka og hann getur ekki sem sendi eða sinn besta mann vegna þess að hann bara vill ekki vera þarna, hann segir bara, þú veist, það ekki góð stemning þarna og hérna, ég get ekki hugsað mér að vera þarna. Og svo ég með líklega að koma nýjar hugmyndir verkinu til hagsbóta. Ég á því að ef stemningin góð, það svona gott flæði og menn að tala saman og bara treysta hvort öðrum, þá líklega að menn komi með einhverja hugmyndir. Og ég meina við erum að vinna með stórum hópi af alls konar fólki sem að veit helling og maður þarf að ná því upp úr því og maður bara finnur það oft að stemningin og þá menn meira að segja mann eitthvað, kom með eitthvað ábendingar, kom með eitthvað tillögur, oft það bara mjög góðar tillögur, kannski eitthvað sem að lærið í einhverju öðru verkefni eða eitthvað svoleiðis. Svo varandi boðlegri styttri, betri samskipti, það ef að stemningin góð, þá menn bara tala menn meira saman, það þarf ekki að vera til dæmis einhver milliliður. Ég hef alveg fengið símtöl, bara heyrðu, Kalli rafvirki, hann þarf að koma og gera þetta og hitt og ég hugsa bara, já, viltu ekki bara tala við hann? Nei, ég nenni ekki að tala við hann alltaf með eitthvað snúð og getur ekki bara hringt í hann. En ef hann góð, þá svona alls konar samskipti og samtöl sem að þú þarft svo sannarlega ekki að vita sem verkefnastjóri, þá þú þurfa að halda utan verkefni, þá getur ekki og vilt ekki vita allt sem að gerist þarna. Þannig að ef að stemningin góð, þá eru menn meira bara að tala saman og já. Og svo ég með færri aukaverk. Ég á því að ef stemningin góð, þá eru aukaverk færri. Það auðveldar að segja, það finnst mér, ef maður horfir bara á það ef stemningin slæm, þá menn yfirleitt ekki að gefa einhvern veginn neitt eftir. Menn ekki að bara gera neitt aukarlega, menn skrifa allt út og ég ekki endilega að meina það að menn að vinna eitthvað frýtt og sannarlega menn að fá borga fyrir aukaverk, en það bara alltaf rosalega mikið í svona verkefnum sem svona fellur á milli hluta og ef stemningin góð, þá bara líklega að menn sjá í gegnum fingur sér og séu svona liðlegri. Og þá það, hvernig hægt að ná góðri stemningu? Mér finnst þetta oft vera svona andinn í verkefnum. Þú með einhvern verkkaupa sem ætlar að fara í eitthvað verkefni og hann oft byrjar að tala við arkitektinn, svo koma verkfræðingar og svo kemur einhver verktaki og verkefnisstjórinn kemur einhvers staðar inn í á milli og þetta verður oft svona pínu svona hierarkía. Þú veist, bæði finnst mér að þeir sem eru þarna ofar annarkvæmt líta þeir eitthvað stærra á sig, kannski heldur næsti fyrir neðan eða bara öfugt, það sem hérna fyrir neðar í þessu finnst hann einhvern veginn vera einhvern veginn minni og einhvern veginn ekkert hafa eða ekkert að segja of mikið, en mér finnst þetta ekki virka vel. Svona vil ég frekar sjá þetta bara svona dálítið svona út allt, það viljandi sem þetta svona ekki í neinni beinni línu af því að það eru bara margir sem koma að verkefni og
og þetta ekki, sko, það eru fleira en þetta. Ég sé til dæmis að ég hér til dæmis bara ekki verkstjóri sem nú mjög mikilvægt verkefni, en við erum öll bara teymi og við erum öll jafn mikilvæg og við þurfum öll á hvoru öðru að halda og verkefnistjórinn vissulega heldur utan hópinn og hann þarf að sjá til þess líka að stemningin sé góð í hópnum en þú veist, það vinnum miklu meira saman en maður finna bara að það eru bara ber allir virðingu fyrir hvort öðrum og þeir bara jafnir í verkefninu og fyrir mig þá nota ég það alveg að sem sagt ef ég fæ verkefni og það er kannski búið að semja við einn aðila, það er kannski búið að semja við smið og ég er með eitthvað tilboð í rafmagn og bara eitthvað svipið tilboð þá spyr ég alveg smiðinn hvað hefur þú unnið með þessum áður, kannast eitthvað við þessa, ég er bara svona spá og þetta er mjög oft, þetta er bara lítill heimur þekkjum mjög marga oft og mér finnst alltaf lægi að sjá bara svona, þú veist, heyra bara hvað, já, hann er fýtt þessu og við unnum vel saman henni þessu verkefni og svona, af því að þú veist, ég getur alveg spara peningin að hafa góða stemningu, þannig að þó svo kannski eitthvað tilboð sé aðeins dýrar en eitthvað annað, þá getur alveg munað að það verður ekki inn í end ef að bara, menn, ef þetta meira, einhvern veginn nær betur að halda stemningunni með þeim aðila, en þetta er auðvitað erfiðara náttúrulega í svona opinberu, þá náttúrulega er þetta kannski bara ertu dálítið fastur að þú verður að taka bara lægsta boðinu. Mér finnst gott að ná upp góðri stemningu og það er reynst mér vel að ná upp góðri stemningu í gegnum verkáætlun og þegar maður í verkáætlun þá þarf allt heimi þarf að trúa á áætlunina. Það er einhvern veginn virkar ekki ná vel ef að fólk trúir ekki á hana, maður þarf að fá menn til að trúa á verkáætlunina og svona í byrjun verks þá kannski gerir verkefnastjórinn verkáætlun, hann er bara með einhvern verkaupa sem ætlar að vera að klára þetta fyrir einhvern ákveðin tíma og byrja hér og enda hér svo raður þessu svona inn í verkáætlun og bara eftir þinni bestu getu, þú hefur gert verkáætlun áður og veist svona sirka svona í hvað tímar þetta kemur og svona sirka eitthvað tekur langa tíma en það er enginn komin að verkefninu þannig að mér finnst mikilvægt þegar þú byrjar svo verkefni og fær aðila að verkinu og þú kynnir vel verkáætlunina fyrir aðilum að verkinu og bæði tekur bara hvern fyrir sig og alla saman og fær þá til þess að segja bara sitt álit kom með input ekki það að þú ætlar endilega að láta þá eitthvað ráða verkáætlun, alls ekki en bara svona þeir fá að segja sína skoðun og það er bara þannig að þegar maður fær einhvern og hann fær að koma með sitt input og hafa eitthvað mann að segja þá er svona þá finna þeir svona pínu til ábyrgða líka þú veist, þeir sögðu þetta, já, við keppumst að þessu, jú, það er betra að hafa þetta svona og svona, við keppumst að þessu saman og svona ná öllum saman til að skoða verkáætlunina og bara svona sannast já, ok, ég er sammála, já, þú ert að gera þetta fyrst, já, ok, flott, við keyrum þetta, við náum þessu, þá verður svona þannig meiri stemning og mér finnst líka mikið að verka ánda skýrar og einfaldar. Jón Kolbeinn er mjög góða verkáætlun áðan og hún var eiginlega betur en þessi. Þetta er svona dæmiverkáætlun sem við fáum en allt í lagi með það og við náttúrulega gerum oft einhverju svona verkáætlun, bara verkefnastjórar og hún er bara ágætt til sín brúks en það er enginn sem tengir við þessa verkáætlun og fólki á gólfinu það tengir ekki, það þýðir ekki fyrir að hengja þetta upp á verstöðum og segja bara já, hér er svo verkáætlun og bara passið upp á að þínir ykkar liðir verið búnir réttum tíma og þú veist, þetta tengir ekki við þetta. Þannig að ég hef svona vanið með að gera bara einfalda verkáætlanir, það er kannski ekki fallegar, þú veist, hérna er bara eitt dæmi, þetta gerir þetta alls konar og þetta er bara ein blaðsíða úr einhverju verkáætlun sem ég átti
þetta bara svona einfalt að skilja þetta allir, þetta bara búið að fara yfir þetta með verktökunum, þetta bara hérna, þú veist, bara basic, bara A til B til C, vinnum þannig, svo þú veist, margir sem nota bara litakóða og eitthvað svoleiðis, en þú veist, þetta, menn tengja miklu betur við þetta, menn skilja þetta. Og svo langar bara að segja með góða stemningu að það gott líka bara að brjóta annað slagið upp verkefnið. Mér dettur náttúrulega bara í hug einhvern mat, en þú veist, bara erum með pizza í hádeginu, bjóða upp á grilla hamborgara, komið í bakarinu fyrir verkfundi, það bara gefur rosa mikið. Menn kunna meta það og það bara, já, það gleður. Koma fram við fólk af virðingu, mér finnst það mjög mikilvægt og fólk kann að meta að við komum fram við að virðingu og það þarf að vera sko og þú getur alveg komið fram við fólk af virðingu þó sérstæðanlega þurfa að reka það af verkefninu, þú getur alveg talað við fólk af virðingu þannig og hérna það er líka ágætt að hafa í huga, við þekkjum yfirleitt ekkert fólki sem við erum að vinna með, við vitum ekkert í hverju þeir eru að bara fyrir utan vinnuna, í hverju þeir eru að lenda eða við vitum ekkert líf þeirra, þannig að mér finnst bara fínt að hafa það í huga, bara að tala við fólk bara af virðingu. Og svo er þetta sem ég svo sem var búin að koma fyrir áður, tala áður, að vera opinn fyrir tillögum, bara einhvern veginn láta það strax í ljós, að þú setur opinn fyrir því að menn komi með tillögur. Maður fær oft bara fullt af flott tillögum og hugmyndum úrbætur frá þeim sem eru í verkefninu. Þú veist ekki vera svona lokaður fyrir því, bara einhvern veginn koma strax með það að þú setur opinn fyrir því og þú hlustir á allt og þú veist, góðar og slæmar hugmyndir. Svo er það bara svona sem ég finnst bara með eitthvað sens að vera bara jákvæður. Það er alltaf gott og svo segja takk, hrósa, við erum oft ekki nógu góða hrósa, við erum snögg að segja ef eitthvað er ekki í lagi en við erum oft ekki nógu að hrósa öðru fólki. Og að því langar mér bara að segja takk fyrir þetta og mér langar bara að hvetja ykkur til þess að spá í stemningunni í ykkar verkefnum og að því að það er til mikils að vinna. Takk. Takk fyrir þetta, Vala. Vala býður upp á að svara spurningum úr salnum ef að þær eru einhverjar. Þarna er einn við gluggann. Nei, komdu með það. Ég bara skil vel aftur þetta, var það ákveðið að besti fyrirlestur það var einu fyrirlestur sem kemur inn á það að verkefnastjórar vinna ekki verkefni fólki sem er verkefni. Það er mjög mikilvægt að hafa þau í góðu veg. Ég er alveg sammála þetta. Viltu bregðast þessu? Já, ég er bara sammála. Já. Þú ert bara sammála? Já, ég enda sko síðast það líka bara, já, hann var styrstur sko, því að menn eru svona orðnir, það verið að bjóða upp á koktela eitthvað svona en eftir þannig að menn eru orðnir pínu spennti fyrir því sko. Maður byrjar strax að hugsa samt sko, stundum byrjar verkefnið vel, en svo byrjar það að súrna eftir það. Hvernig er hægt að ná því upp aftur til þess að svona viðhalda eða snúa tilbaka yfir í betri stemmingu? Ég held að sé bara í þessu sem ég er svo búin að fara yfir, það bara tala við fólk, bara hvað er í gangi, þú veist, og fá maður bara, mér finnst þetta oft vera, maður er oft svona bara, oft fyrst mér í þegar maður er að stýra verkefni, maður er bara svona andlegur stuðningur, fólk er að ringi mann og bara svona, þessu erfiður og eitthvað, þú veist, og bara tala við fólk og bara halda, þú veist, vera jákvæður, hrósa fólki, þú veist, já, eiginlega bara, sama, maður getur náttúrulega glemt sérskilur og svo bara er maður einhvern veginn ekkert að fylgjast með og svo allt í henni, já. Er stemningin orðin súr og er það oft í lokinn sko. Já. Halda utanum þetta allt til enda. Maður veltir því líka fyrir sér sko hvort að það sé hægt að mæla þennan árangur af góðri stemmingu. Hvort þetta hafi raunverulega mælanleg áhrif á árangur verkefna, til dæmis eins og þessar breytur sem við höfum verið að nefna hér, kostnaður, tími, gæði.
Ég veit það ekki. Það er mjög kannski erfitt að mæla, þú getur náttúrulega ekki verið með 2 eins verkefni og annað er góð stemning og slæmstemning. Jú, það er kannski eitthvað til það er til einhverja prósentur hvað ánægi starfi eða eikur eitthvað, bara eitthvað ákveðum mörg prósent svona. Já, veljan og vinnustað. Já, en ég veit það ekki, er þetta ekki bara eins og með hrukkukrem eða eitthvað, þú veist, það 10% minni hrukkur og nota krem, ég menna það er bara, ég held að sé svipað erfitt, það er bara, þú veist, tilfinningin er þannig. Það er erfitt að mæla þetta negatífa eins og Andrea kom inn á líka. Þessi hrukkukrem virkar semst ekki. Viljið þið bæta við spurningum til Völu? Þá segjum við þetta gott. Gefum við Völu gott flott.